Garðabæ, 10 vetra jarpan undan straumi frá Feti og hnotu frá Garðabæ og Elva Rún keppir fyrir Hjarðartún. Velkomin Elva, þú hefur þína sýningu og gangi vel. Já, þá Elva Rún mætt brautina. Systirinnar Guðnýdís sem við tókum viðtal við náðan. Já. Á Goða frá Garðabæ. Já, þetta hestur sem það splæstu í fyrra. Já, sko. Þetta góður hestur, hún búin að ganga vel með hann. Já. Hvernig ætli þetta sé valið? Þú veist, af hverju, ef ég ætti systkini sem var að keppa á sama aldri og í sama flokki og ég. Já. Ég myndi segja bara glimtu, ég ætla að taka betur hestin. Sko, ég á náttúrulega systur sem eru bara 1 ára eldri en ég og við fórum bara glímu. Það svoleiðis. Já. Hún hefur sérlega unnið það alltaf. Alltaf. það var bara þannig. Nei, þetta svona fróðlegt. Kannski er það bara betur en manneskjur. Nei, þetta var rosalega einfalt. Mér fannst þessi hestur skemmtilegur og henni fannst annar hestur skemmtilegur. Já, ég meina þessi hestur lúkkar að hann útverar alveg fáralega skemmtilegur. Alltaf hann á hægu tölti að bara rúlla virkilega gott hægt tölt. Já. Þessi hestur keppti í meistaradeildinni fyrra í fjórgangi og fyrstu deildinni held ég líka allavega í tölti. Nei, ég held hann hefði keppt í fjórgangi líka. Hjörvar hefur keppt á honum hérna. Já, hann lendi í hnökrið hann í byrjun. Hann svona ætlaði svona hugsa stytting. Já. Svona, var svona lausa aftan. En eftir það hún náttúrulega leysti alveg frábærlega, hún Elva. Hún náttúrulega mikið reynd knapi og í U21 að ég held. Já. Og þannig og skemmtilegt upplít. Heldur betur. Virkilega reistur og kveldur og skemmtileg yfirlína. Já, virkur aftan og gott höld og inni gott stökk. Já. Þetta og virkilega vel riðið hjá henni Elvu. Hún hjálpar hestinum alveg frábærlega og inn í þetta svona háa og góða stökk. Þetta virkilega, Elva einn af þessum klubum sem búin að keppa í meistaradeild æskunnar og núna meistaradeild ungmenna. Já. Bara öll árin. Já, og maður sér það bara hvað hún er ótrúlega rindi í þessu. Þetta bara, þú veist, þetta miklu meira mál heldur en þetta lítur út fyrir að vera að ríða svona einn inn á og ríða prógram sjálfur og stilla af og þú veist, dómararnir að horfa á þið allan tíman. Já, þetta svona maður gerði það svona í gamla daga þegar maður var bara með fleirum minna og horfði maður kannski inn í miðju og svona aðeins lagaði til en það eru 5 dómarar sko maður næri ekkert alltaf að sjá að það er alltaf einn á horfamann. En aftur bara frábært brokk, hún er bara fyrir utan þetta smáægilega vesen í byrjun á yfirferðartöllinu, þá er þetta náttúrulega bara algjörsamlega frábær sýning. Já, ég hugsa að hitt allt sé það gott að þetta verðin ekkert að miklu falli. Nei, þetta er að fara skilinana í toppárúttuna myndi ég skjóta á. Svona kannski fetið er að fara að draga hana kannski aðeins niður líka. Aðeins. Það er versta gangtegundin. Þarna sjáum við það sem við erum búin að tala allir hestarnir eru búin að rólegir þótt að þessi hestur sé kannski rólegur þá er hann kannski mætti slaka meira aðeins á yfirlínu og aðeins lengja sig eins og hann örlítið byrjar að gera kannski hægja örlítið á skrifum hann er svona aðeins að rúlla yfir skrifin sjáum við hvernig hann svona tekur lappirnar allt í hann upp bara strax mætti kannski hvíla betur í skrifunum þá er þetta náttúrulega þú veist þetta er gott alls ekki slæmt fet en takk ykkur fyrir við viljum bara að þetta verði bara frábært nákvæmlega